Þetta eru vonbrigði eftir að falla út eftir að hafa verið yfir meiri hluta leiksins. Já, ég ekkert eðlilega full. Sko. Þetta var á löngu köflum, sérstaklega löngu köflum, þú veist hvernig við spiluðum þennan leik í fyrri hálfleik var bara stórkostlegt. Sko. Við vorum algjörlega með tökin á leiknum. Já, þannig að ég er ógeðslega stoltur af strákunum. Svo gerum við okkur seka svona klaufa eða svona óþarfa mistök. Við erum að snerta horna með þeirra að fara inn og gefum svolítið færa á okkur. Þannig að og þá svona þegar við förum að fara mikið út af og þá ná þeir einhvern veginn að klóra sér inn í leikinn sko. Og já. Svo munar það mjög miklu að þeir missi 2 menn út af með rautt spjald. Já. Og annan bara eftir 5-6 mínútur í seinni hálfleik. Já, einmitt. Við missum Bjarka út af mjög snemma fyrir litla sakir og Baldur þú veist, já, skilur hann bara ungur og og já, fekk 3-2 mínútur og fær líka rautt sko en já. Já, ég meina það munar allt í svona jöfnum leikjum og þannig það kannski markaðistu menn liðsins. Já, þú veist, einmitt Bjarki var flottur í varninni og Baldur búinn að vera mjög góður í sókninni og það riðlaði pínu svo missum við Bernhard aðeins út vegna meiðsla en leikur riðlast bara náttúrulega maður, bæði lið voru einum færri eða tveimur færri nánast frá 15. mínútu þannig að þá dettur takturinn svolítið úr þessu. En talandi Bernhard, hann er náttúrulega stórkostlegur, hann verðist bara vera í sífelldri hamför. Já, ég er rosa stoltur af þessu strákum, hvað þeir eru búin að vaxa í vetur og hvað þeir eru búin að svona eflast við hverja raun ef við orðum það þannig og hann er náttúrulega bara ótrúlegur, einstakur og heldur vonandi áfram bara að vaxa og svona, við byrjum að starta aðeins fyrir jól í fyrra sko. Og þegar maður horfir tilbaka á stöðuna sem þeir voru í þá og staðinn sem þeir eru komnir á núna þá er það eiginlega, ég hef ekki, þú veist, giskað á það sko, það er ótrúlegt en þeir eru bara svo, þessi strákar eru svo geggjaðir sko. Það er eitt að lokum, nú gefur náttúrulega hlé í þetta en svo tekur bara við blóð bara á staðan í neðri hlutanum. Já, við erum búin að gera vel þú veist, halda okkur inn í baráttunni og ég er svona, með að hvernig gangurinn liðinu hefur verið í gegnum þessi 2 ár sko, þá er ég nokkuð viss um bæta okkur mjög mikið núna í pásunni og aðeins að anda og núllstilla okkur og taka alla þessa reynslu inn og vaxa með henni. Það verður rosalega dýrmætt og þá getum við aðeins svona farið að vinna betur í hlutunum sem kannski erfitt að vinna í, þau eru bara í leik sko. Þannig að ég er rosa spenntur fyrir seinni hlutanum og við erum ekki hræddir við neitt sko.